Góðan dag öllsömmul, Ragna Marinsdóttir heiti ég og er framkvæmdastjóri Umhyggju. Ég ætla aðeins að segja ykkur félag Umhyggju. Umhyggja var stofnuð 1980 og hefur þar að leiðandi komið vel á fertugsaldurinn. Félag hefur aðeins breyst í tímans rás. Má segja að í upphafi var þetta félag fagfólks en í kringum 93-95 breyttu þess í því að nú er Umhyggja regnhlífarsamtök yfir mörgum aðildarfélögum. Ég ætla að segja ykkur aðeins hvað Umhyggja er. Umhyggja er þverfaglegt félag sem vinnur að því meðal annars að upplýsa stjórnvöld, Tryggingastofnun ríkisins, skólayfirvöld og almenning á Íslandi þarfir langveikra barna í því skyni að tryggja mannréttindi þeirra og félagsleg réttindi samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Umhyggja eru regnhlífarsamtök foreldrafélaga langveikra barna og auk þess í félaginu fjöldi fagaðila innan heilbrigðiskerfisins og aðrir sem hafa áhuga á málefnum langveikra barna. Fyrsta verk félagsins var að stuðla að því að foreldrar fengi að vera hjá börnum sínum þegar þau var lögðin á sjúkrahús. Smá saman þróaðist starfsemi félagsins og fleiri foreldrar gengu í félagið. Stærsta breytingin varð í febrúar 1996 þegar 8 foreldrafélög gengu inn í Umhyggju og í dag eru félögin orðin 18. Umhyggja er eitt af 4 hagsmunasamtökum sem standa að sjónarhóli þjónustumiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir. Fulltrúar frá félaginu fara í reglulega heimsóknir innan barnaspítala og barna- og unglingadeild. Aðal tilgangur þessara heimsókna er að kynna félagið fyrir foreldrum og því sem það hefur upp á að bjóða. Og ekki síst að upplýsa þá ýmis réttindi og praktíska hluti sem að þeim snúa. Umhyggja er fulltrúi Íslands í norrænum samtökum og evrópskum samtökum sem hvort tveggja vinna að bættum hag langveikra barna og foreldra þeirra. Samtökin hafa gefið út staðla fyrir börn á sjúkrahúsum þar sem réttindi þeirra eru sett fram í einföldu máli og taka staðlarnir mið af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Aðildarfélög Umhyggju eru orðin 19-20 talsins, sum þeirra eru virk, önnur mjög virk og þetta er svona svolítið mismunandi. Ég ætla samt að leyfa ykkur að þið getið bara lesið þetta hérna, þau eru talin hérna upp. Umhyggja stofnaði styrktarsjóð í árslok 1996 með 1 milljón króna gjöf frá Haraldi Böðvarssyni, HF. Sjóðunum hafa borist margar góða gjafir frá fjölda fyrirtækja og einstaklinga. Og þess má geta að aðal styrktar aðilar sjóðsins eru fyrirtæki og einstaklingar í þessu landi sem hafa stuðst okkur mjög vel við að gera þennan sjóð góðan. Hlutverk styrktarsjóðs Umhyggju er að styrkja langveik börn og fjölskyldur þeirra sem hafa orðið fyrir verulegum fjárhagsörðugleikum vegna veikindana. Brýn þörf er á að halda áfram að efla sjóðinn svo hann geti orðið sem öflugastur og best í stakk búinn til að sinna hlutverki sínu. Úthlutun úr sjóðnum hófst í byrjun árs 2000 og í dag er verið að styrkja meðaltali 20 fjölskyldur á ári. Félagið tók það ákvörðun fyrir nokkrum árum síðan að reyna að afla tekna til þess að geta haft sálfræðing í litlu hlutfalli til að byrja með til að sinna fjölskyldur langveikra barna. Það var ákveðið ráð á sálfræðingi þar sem félagið fann fyrir mikilli þörf hjá fjölskyldum alvarlegra veikra barna á sálfélagslegum stuðningi. Alla fjölskyldur langveikra barna sem þurfa slíkum stuðningi að halda fá þjónustuna án endurgjalds. Og sálfræðin okkar er í 75% starfi og hveti ykkur öll, sérstaklega því sem eru aðilar að aðildarfélögum Umhyggju að hafa samband ef það þörf því hún getur sinnt öllum bæði hér í höfuðborginni og út á landi líka. Og við erum 2 hérna sem vinnum, það er ég, Ragna Marinsdóttir, framkvæmdastjóri og Árný Ingvarsdóttir, sálfræðingur. Fjáröflun félagsins er helst sú að það er sala á jólakorti fyrir hver jól og hafa einstaklingar í landinu tekið okkur mjög vel. Einnig hefur verið að gefa út geisladiska sem eru 5 talsins, það er við ljóð Þórarins Eldjárs í útsetningu Jóhanns Helgasonar, afskaplega fallegir og eigulegi diska og þá er hægt að kaupa hérna á skrifstofu félagsins. En Umhyggja með skrifstofu sínar á 3. hæð á Hálsbraut 13 og er skrifstofan alla jafnan opin 9-17 eða eftir samkomulagi. Heimasíða félagsins er umhyggja.is og tölvupósturinn umhyggja@umhyggja.is og við hvetjum ykkur öll til að hafa samband
ef það er eitthvað sem þið haldið að við getum aðstoða okkur við. Umhyggja rekur 2 orlofshús sem hafa verið í notkun, hús á Akureyri í Valaborgum, gegnt Akureyri í Valaheiðinni. Það hús er búið að vera til síðan 2006 og einnig hús í Brekkuskógi sem búið að vera til síðan 2011 og þessi hús eru bæði fullbúin fyrir hreyfihamlaða. Inn í húsunum er bæði liftari og sjúkrarum og aðgengi mjög gott og hvetjum ykkur öll til að reyna að hafa samband við ykkur. Þetta eru heilsárshús og allir geta komið hér, allir geta verið í húsinu allt árið, svo framlega sé ekki ókvært vegna snjóa, en almennt er mjög góð þátttaka í þessi hús á veturnar, enda bæði góður hiti, mjög vel útbúin og fólki líður afskaplega vel í þessum húsum. Ég ætla að sýna ykkur hérna örfáar myndir af þeim. Eins og þið sjáu þá er þetta vel búið. Þetta er húsið í Valaborgum á Akureyri og þetta er húsið í Brekkuskógi sem er á milli Laugavars og Geysis. Og að fara í Brekkuskóg tekur svona 90 mínútur frá Reykjavík. Ég vil að lokum þakka ykkur kærlega fyrir og ef það er eitthvað sem við höfum fram að færa þá endilega hafið samband við skrifstofuna og við munum geta stutt ykkur eins og hægt er. Kæra þakkir og gangi ykkur öllum sem allra best í ykkar baráttu.